Góðan dag. Viðfangsefni dagsins Modernized Benko gambítur eða nýtísku Benko gambítur og þetta Benkoin svona eða Volga gambítur kalla þetta sumir sem sagt G6, þetta C3 og hér biskup G7 svona dálítið ný hugmynd sko. Áður fyrir voru menn alltaf að taka á A6. Það kannast örugglega margir við þessar stöður frá því gamla daga. Og biskup G7, E4 og þá valda hvítur auðvitað peð á A6. Stuttrókun, það hugmyndin. Og algengasti leikurinn hérna riddari F3 sem ég tel ekki bestan fyrir hvítan. Ég ætla að byrja bara á honum, riddari F3, dróning A5. Þarna hugmyndin komin fram, svartur beið svolítið með að leika D6, eitt ekki tempo í það og það svolítið að trufla liðskipan hjá hvítum. Nú þetta kom upp í skákinni Gelfand Carlsen. Þá var engin sérstök teóri í þessu og Gelfand skynjaði ekki alveg hættun og leik hérna biskup D3 og fekk þá riddari D5 í andlitið og þetta vandræðast á hvítan. Það er smá taktist trikk hérna. Nú ef hvítur allavega sniðurleika A7 til að fá húkinu A7 sem getur verið reytur í mörgum stöðum, þá kemur hérna riddari B4 upprópunarmerki. Sem sagt það allt morandi í taktík hérna á B2 og sem biskup D2 dreipið dróning dreipur dreipa B2 og hangir á C3 eftir. Dróning C2 stefnir það svona og dróning A4 dróning D3 þá, já, hvítur alltaf þetta er hægt fyrir hvítan að reyna að vinna kallinn svona tilbaka. Kemur hérna dróning A3 skemmtileg gildra hérna frá B3 og þetta er búið. Þannig að biskup D2 það er aðaleikurinn hérna. Biskup dreipur A6 Nú ég fekk nýlega Vigni Vatnar í deildakeppninni fyrir ári síðan. Ég kom nú greinilega óvart með þessum dróning A5 leik. Hann var eitthvað illa fyrirkallaður í morgunumferð og hann drap hérna á A6 sem er mjög slæmilegur. Hittar hann með drottningu og þá er hann að fá þessa stöðu upp sem kemur í annar línu bara tempóum yfir á svart. Ég leik hérna D6 sem E6 annar möguleiki og fara leika svo D5 eða riddari C6. Ég leik D6 telti svona bara sína kongur D1 var ekki góður leikur og hérna kom smá taktík og þetta er rauninni bara búið. Vigni Vatnar, Jón Viktor 2021. Ég vona hann fyrirgefi mér að sýna þetta, bara svona sýna hvernig þetta getur farið úrskeiðis hjá hvítum.
Það er nefnilega mjög slæmt fyrir hvítan að drepa á A6. Það er betur að leika biskup E2 og ef hvítur myndi drepa hérna svartur sig þá er þetta runni sama staðan nema hvítur er tempóðum yfir. En ég hef svo svona objektiv eftir A4 þá sé hvítur nú kannski með aðeins betra sko. Þó að svartur sé þetta með sinn benko counter. Þannig að mig grunar að dróning B4 sé betri leikur hérna. Interesting merki. Nú segjum E5, þetta er G4, hótum á E5 með þetta. Þetta er B5, getur dróning E4, sókning. Bara að sína cirka hvernig það getur telst. Dróningi fyrir á D6. Þannig að sjá að drottningin er leppur á D2 og við getum farið með rittarinn á D4, fín outpost. Nú A4, þá er rittar A6, getur vel svona. Róku D8 er upprópunumverki. Undirbúum að leika E-beinu fram og þegar drepa E6 þá er völduðu drottninguna. Og hér er hugmyndin að leika sem sagt D6 næst. Svartur með ágætt stöðu að mínum að þið. Hvítur getur reynd að leika D6 en þá kemur þetta í C6 og þá er hérna D4 reyturinn svolítið veikur. Ja, þetta er svona bara að sína hvernig það getur telst. Þetta er nú Já, biskutur bara A6 er annar leikur. Drömmir rillara, dróning 1 og 2 D6 og segjum E6 og best að drepa B2. Þetta er einhverja línur sem er með svartur er með betra. Já, þetta er svona ágætis stað á svartan síns mér. Hótum á C3. Þetta er D6. Það blir svipað, námið peðið og við erum komin með ágætt stöð. Svona að mínu mati þá er rittar F3 ekki best hérna sko, þó að það sé algengasti leikurinn. Nú biskutur uppur A6 er annar möguleiki í stað þess að leika E5. Dróning 1 og 2 og valdar E4 pið. Og hérna er bara best að leika D6, ekkert er að ná eitt að peð. Það lítur ekki nógu vel út svart finnst mér. Betra bara að tefla stöðuna og leika D6. Og farið svona hefðbundna benkopressu með rittaratilfæringum. Segjum H3, getur til svona. Og bara muna það yfirleitt skiptir á drottningum í benko, það er yfirleitt sóstum í hag, það er ekki allir sem átta sig á því. Biskup C3 og getur svona til dæmis. Svartur með fína pressu. Bakka eins. Og biskup C3 þá þetta er svipað. Og B3 annar leikur. Þá er rittar B5 góðleikur, dróning A3, þetta er svona pyrrandi leikur fyrir hvítan, heftir hann svolítið. Segjum biskup E3 og líklega bara best að fara aftur á B4. Þetta er svona með C4 sjáum að rittarinn á A4 er smá veikur. Það er einhver lína sem ég er með.
svartur stendur ágætlega hérna. Þetta BSS gat verið leikur líka, drepa B5, drepa A4. Og já, og svartur með þessa benkopressu sína hérna, rókur B4 og svo getur F5 og kongur F7 komið setna og rittar F6 eða rittar E5. Já, þannig að þetta coverar sem sagt rittari F3 sem algengasti leikurinn. Nú biskup E2 önnur leikjaröð. Þá dróning A5, biskup D2, biskup drefur A6, E5, þá sem sagt komast þau ekki lengur með rittarinn á G4 eins og hefur rittarinn á F3 og svartur verður að horfa upp í borð rittar F3 D6 E6 og hér best að drepa E2. Ég held að F5 sé ekki góður leikur, það getur telt svona H4 sterkur leikur, H5 svart hvítur fórhundan skiptamun, rittar B4 og ég myndi segja að þetta væri svolítið hættuleg sóknast að ég minnist ekki alveg nógu vel að þetta fyrir svartan sko, rittarinn á B8 svolítið slappur. Þannig að biskup drefur E2, drefur F7, rókur drefur dróning A6, reynum að skipta upp á dróningum. Það er svona prinsip í þessu. Rittar B5, H6. Það þarf sem sagt að valda G5 reytin svo rittarinn komast ekki á G5. Rókering, rittar D7, H4. Já, nú þarf svartur eiginlega að drepa hérna á B2 og taka slægin. Nú segjum biskup drefur H6, það blir það svona. Það rittar E5 mjög sterkuleikur, varnarleikur. Við þurfum sem sagt að fá hérna drottningun yfir á F6 og rittarinn getur það að fara á D6. Og staðan vissulega tens en ég held að þetta sé í lagi á svart. Nú rittar G5 anleikur, rókur F4 kemur þá. Hvítir í vandræðum. Rókur A2 anleikur, biskup G7, rókur B1, það blir svona, það leppur dróningin E2. Já, þannig að bara það er að muna að taka á F2 og líka dróning A6. Svona. Og svo kemur rittari C7 og það er hún á B2 með líka. Já, það er sem sagt E4 rókering. Þá er A7, það er svona, ég held að það sé ágætis option hjá hvítum. Ég myndi mæla með að hvítu tefla annarkvort A7 eða E5 og sem er mjög skörp lína sem við kíkjum betur á eftir. En A7 hugmyndin er sem sagt kemur í ljós hér bráðum. Þetta er F3, ef við myndum tefla þetta eins og áðan, dróning A5. Þá kemur biskup D2, biskup A6 og þá hvítur alltaf rittari B5 sko og hangir hérna rókurinn á A7 sko. Þannig að þetta getur verið svona semi-pirrandi leikur sko. Nú rókur drefur, rittari F3. Þá verður svartur að leika E6. Biskup beina 2 er bestur. Það er drepið á E6 á bestur með D-pið.
Kindle svona. Við sjáum að D4 reiturinn svolítið available fyrir svartan út af hvítur búin að leika E4. Þannig eitthvað lína sem með G5, hrókur F8 góðleikur. Höldum alltaf D8 reitinn og viljum halda í hrókana, getum leikið biskup B7 svo. Og svartur með bætur hérna, hvítur með veika peðastu. Hrókur B8 getur að koma og kóngurinn getur jafnvel fara á H7 G6 F5 setna í endatöflunni. Og peð og E5 auðvitað veikt. Bakka eins, bakka fjörður. Og biskup E2 best. Það voru að drepa og leika D6. Og reyna einhvern megin að nýta sér að hrókurinn sé á 700 röðinu, getur flakkað hérna á milli. Veikipunkturinn hjá hvítum peðið á D5 og svartur mun reyna að herja á það í framtíðinni, en svo þetta D6 punkturinn smá veikur hjá svörtum. Hrókering þetta A6, segjum þetta B5, hrókur D7. Svartur að fara að leika biskup B7 og ef svartur ætla að leika dróning A8 fljótlega og press á D5 þá verður að vera að valda á D6. Þess vegna hrókurinn góður á D7. Það svona, já, mikið hægt að muna þessa tilfæringu í þessum stöðum. Hrókurinn fyrir á D7 og biskupinn á B7. Nú tökum við þetta bara lið fyrir lið, segjum dróning B3, dróning A8, hrókur D1, riddari C7 best. Ég held að riddari B4 sé ekki nóg gott, ég held að þessi staða sé betur á hvítan. Riddari C7, tekið biskup F4, hrókur D8, það verður að valda peð. Og segjum A4, biskup A6. Og hérna þetta H5, fýrleikur. Svo F5. Það er náttúrulega hvítur hótað að leika G4 hérna. Og svartur með sína sénsa hérna og búin að ná í peðin tilbaka. Þannig að við viljum oft leika biskup A6 og skipta upp á þessum hvítur þetta biskup fljótlega. Og svo fara að búa til counter á drottningaveng og svo jafnframt þetta í mörgum stöðum alltaf leika þetta H5 og onni á B2 og svo framvegis. Biskup G5 leikur H6, þetta B4. Já, núna sjáum við mikið þess að hafa valdað D6 peð. Og hótum á D5. Mæla með þetta með biskup hérna. Dróning B7, valdar rittaran. Rittari D2, hrókur D8. Nú segjum að þetta hér, þá kemur rittari F4, smá taktík og kalla af. Rittari C4, rittari F4 og staðan svona í balans. Skulum baka upp. Já, við vorum búið með þetta, það er ekki. Þannig að hrókur D7, það er semst E6 og skipta upp hrókur D7 og svo bara pressa á D5 með svona megindráttum hugmyndin og tefla svolítið virt á svartan. En A7 engu síður mjög athyglisverð hugmynd og það er hægt að skoða þetta betur fyrir þá sem tefla þetta á hvít.
en næst fyrir við E5 sem svona hættulegu leikur, en ég ekki að hvítur leikið að óundirbúinn sko. Já, það var E5 sem mörgum talin mjög hættulegu variantur. Það eins og ég segi, ef menn tefla þessa línu á svart þá menn smá að gambla, en sumir sem taka áhættuna fá líka góð velun með að sigra flotta skákir. Nú E5, riddari 1/8 og hérna H4 kritiska línuna mínum að því. Riddari F3 hefur verið telt, en ég held að svartu sé ok bara hérna eftir D6, og þó þurfum við að kunna það líka sko. Það með riddar á D6 og til dæmis, og þá var átt hérna setna mér hérna D4 ritturinn fyrir svartan. Þetta þetta sem fólk að skoða eins eða tefla þetta á svart, en ég ætla að einbeita mér H4. Interesting move, biskup drepur E5. Sýna hvernig þetta getur verið mjög úrskeiðis fyrir svartan. D6 getur virkað eðlilegu leikur, en þá kemur E6 upprópunmerki. Rittar F6, H5 og biskup 1/2, og mér líst nú ekki á blikuna hérna á svart sko. Já, drepa E6, H5. Já, og ég get svo sem ekki mælt með þessu á svart sko. Þetta virkar og hættulegt fyrir mig allavega. Þannig að verður eiginlega að taka á E5. Biskup H6. Þetta svona critical line sem maður segir. Þetta G7. Þetta F3, biskup F6. H5, D6. Og nú þetta G5 eða dróning D2. Byrjum á dróning D2, dróning A5, fókus í 1, riddari D7, riddari G5. Þetta transpósar oft sko. Riddari A6. Já, við sjáum þetta átakspunkturinn hérna H7 ritturinn og stór hættuleg sóknarstaða hjá hvítum. Segjum H3 G6, F3 G6. Þetta svona varnaraðferðin. Já, býta aðeins. Það sá. Smá hérna. Já, ég ætla að fara hérna yfir semst riddari G5, dróning A5 og segjum að hvítuleiki riddari E4, riddari D7 og þá er með E-peði. Þetta svona varnaraðferð hjá svartum. Hann með góð peði í vörninni og hrókur 1/8 að koma og biskup drepur A6 og þetta góð staða svart. Dróning D2 annarleikur, dróning A5, segjum riddari G5 sem með riddari A6. Þetta transpósar oft sko. Það H-drepur, F-drepur. Já,
að fara yfir þetta einni annar leikjaröð D2 þetta er G5 biskup D3 já, það kemur eins út biskup F5 segjum rittar þetta bara H7 það var mjög mikið að drepa á C3 það var að opna fyrir hrókin í framtíðin í vörninni þessar stöður eru náttúrulega mjög shaky það svartu verður að skoða þetta vel segjum að drepa F8 nei það má ekki, drepur á C3 eftir drepur nú það er ekki neitt að drepa á G7 það er bara að drepa með kóng og við erum alltaf með dróndir på C3 skák hérna og komum í vörnina dróndir H6 kongressju þannig að biskup drepa F5 hrókur drepa F5 og þetta er líklega bara jafntefli þessi stað til dæmis sýnist mér svo þráleikur A3 þetta er C7 það er allt í lega svart A3 er á hæguleikur hrókur C1 er interesting hrókur B8 segjum biskup D3 sem er ógnandi leikur þetta er B4 við erum losað okkur við biskupin biskup F5 sterkur leikur já, við skulum byrja á rittarður á H7 það er nú alltaf svona það sem leikur beinast við við sjáum að svartur fórnar innan skiptamun í þessari línu og A3 en svartur er með bætur og ég vil meina að hann sé með hugsanlega alveg næga bætur og aktíft spil það er allavega compensation í þessar stöðu þannig að oft er svartur að fórna skiptamun í þessum línu eða hann leikur hrókur sé og þetta er svona aðeins önnur leikjaröð en það kemur alltaf biskup F5 samt já, þetta var nú reyndar ekki góð leikur það er hérna einhver sjúk taktík drepa á B2 hrókur B8 dróning 1-2 og bara drepa á C3 með drottningu takk fyrir og það er bara tjaldið biskup F5 er svarið við þessu skoðum þetta aðeins betur biskup D3 þetta er B4 mikilvægleikur biskup B1 biskup F5 A3 drepið fórnum skiptamun eins og ég sagði á nú biskup drepa F8 þá kemur biskup drepa G5 já það er bara tap á hvítan þannig að hann verður að drepa á G6 og hér er líklega í lagi að drepa jafnvel með HP og G6 fórna skipta mér þannig já það er reyndar ekki skipta mér svort en ég sýnist það með að drepa hérna á G5 þetta eru svona rosalega hvassa stöður og hættulega sko þá er þetta G5 þannig D2 til dæmis
Það er auðvitað að týna sér í þessum línum, þetta er svona flækjustig. Riddari B4, biskup F5. Þannig að þetta, já, þetta er upp á B-num. Sem sagt, og riddari upp B, riddari F5, hérna er riddari C3 í staðinn fyrir. Þetta er svona sko aðan, kemur auðvitað í veg fyrir biskup upp G5 hóturina. Rókur D4, þannig C2 og riddari 1-6. Og hérna erum við búin að fór að skipta með aftur. Þannig B4, góða leikur. Kannski er einhver hræddur við rókur A1. Hvítur hóta máti á A8. Kongur G8. Segjum rókur A4, þá kemur til greina að drepa H7 og tefla þessa stuðu. Annar möguleiki er að leika slakur drottning B7 og tefla þetta svona einhvern megin. Og ég held að þetta sé nú í lagi á svart eftir til dæmis kongur G7 eða bara skáka eða vel jafntefli. Þannig að rókur A1 er ekki ókveikjandi og lítur út fyrir að vera fyrst. Nú rókur H3 anleikur, drepa á D5, kongur F1, C4 og centralæsa rókin og svartur með P1 fyrir skiptamun og einhverja bætur en staðan er vissulega óljós. En ég ætla að fyrir ekki með kongin og G7 fljótlega og ég myndi segja að svartur var með bætur fyrir skiptamun. Bakka aðeins. Kongur F1 er annarleikur, rókur H4. Við erum sett skipt upp á hróknum. Og hér búum við til counter með biskup D4. Það hótuð ofta riddari G3 næst. Svart þetta biskupinn náttúrulega mjög sterkur. Riddari 1-4. Drottning G4 upprópunummerki. Erum að búa til counter með riddari H4. Drottningin getur ekki frá D1 út að hangir á E4. Og B4 til dæmis. Þannig að svona. Og það er líklega þráleikur. Já. Ég myndi segja að A7 og semst A7 þarna áðan og þessi lína með E5 H4 séu svona hættulegustu línurnar fyrir svartan í þessu. Þetta er náttúrulega meira shaky en hefðbundin benko. Ég muni skoða sannlega næstu viku bara svartu teflir hefðbundið á mótsu, dreipur á A6 dreipur á A6 og hvernig bestur í svartan að tefla það. Ég hef nú ágæta reynslu í benkunum, telt það frá ég var unglingur en mér finnst þetta dæmi hérna með drottning A5 hér, mér finnst það mjög athyglisvert. Mér finnst það ekkert sérstökst á hvítan en það er spurning hvort hvíti getur náði eitthvað edge með að leika A7 eða farið all in hérna og lagt chips inn í borðið og leikið E5 og H4. Það er svona sem manni finnst svona kannski óþægilegast að mæta en maður verður bara stútar þetta mjög vel ef maður ætlar að tefla þetta með svart í alvöru skák. Takk fyrir.